þá erum við komin til Afríku að hitta ljónin. Við ætlum að gera hérna smá þátt og Gissur Guðmundsson ætlar að vera gestakokkur hjá okkur. Strákar, hvað eru að gera hérna? Við erum að skoða kvöldmatinn. Við fórum félagarnir í og Bjarni til Suður Afríku í félagi við Gissur Guðmundsson, forseta Norðurlandasamtakanna í matreiðslu, okkar helsta pólitíska vopn í geiranum. Og við að sjálfsögðu vorum sendir í safari til að byrja með. Fengum að skoða þarna ljón og fleira sem að Afríkumenn hafa upp á að bjóða á svona strútnum sem að ég var að fara að elda þarna daginn eftir. Þannig að þetta var ekkert nema ævintýri líkast. Gissur, þá erum við komin í stúdíóið. Við erum búin að kveðja ljónin. Þannig að ég frétti að þú hefur alveg frábæra suður-afríska lambauðskrydd sem þú ætlar að deila með okkur. Já, við pröfum hana fyrir nokkrum árum síðan í Suður-Afríku. Já, það er svona smá sem maður lærði þarna. Kryddin fór meðfram Suður-Afríku og upp á Cape Town og gegnum Jóhannesborg og þeir skildu eftir svona menningu bæði frá Evrópu og þessi sterku krydd. Við ætlum að gera svona lamb sem er svona tómat með svona sætum lauk. Ertu ekki til í það? Ég er til í það. Mér finnst þú bara ansi góður hvað þú lært mikið í þessari ferð. Já, þetta þýðir maður verið að kynna sig í menninguna. Það er rétt. En ég ætla að fá að gera marininguna ef að þú kannski finnur lambalæri fyrir okkur. Þessi marining sem Gissur kendi mér, það er mikið uppúrstaðið að því er laukur. Svo ég ætla að fá að saxa hérna lauk. Og það er ekki málið að vera með fínt í þessu, og hann verður svona sætur við eldunina. Og Gissur, þú hefur nú farið þarna oftar en ég til Suður-Afríku. Ég lærði nú meira á þessari viku en bara eftir 15 tíma flug, þá tók maður menninguna inn í sig bara. Hvað finnst þér þú varst að segja mér að lambið var ekkert síður en okkar, það? Nei, það er mjög gott lamb þarna. Ég var eiginlega hissa á því þegar ég fór þarna fyrst að það er ekkert svona eins og maður segir rollubragð af því. Bara mjög gott. Það var nú ekki bara lamb sem við vorum að borða. Við vorum þarna nú líka elda strút og svo fórum við þarna að hitta ljónin og eitthvað. Við fengum ekki að borða þau þarna þetta sinn, en... Nei, ég sá nú vatni munnum á þér. Þeir langaði að pröfa. Það hefði nú verið gaman að sitja það á minnaskrána að hafa borðað ljónalæri. Heyrðu, ég næst þegar þú ferð, skal ég lofa þér því ég skal arrangera þig eitthvað fengið að smakka. En þegar við erum með svona lambalæri, ég sá að þú skarst í það. Er það bara svo að mariningin fá að... Já, bara svo hún komist betur inn í kjötið og svo er gott að láta þetta liggja í sólarhring. Já, við erum náttúrulega hérna með úrvalslamba. Það er ekkert of feitt að þetta gera það verkum að mariningin er að fara í gegnum fytun og inn í kjötið, ekki? Nei, ég tók eftir því að þú hefur farið í Hagkaup og keypt SS. Já, ég verður maður ekki að velja það besta. Það sjálfsögðu. En þú lést mér fá uppskriftina, svo ég ætla aðeins að taka völdina. Ég ætla að biðja þig um að setja salt og pipar, kömmin og negulduft á þetta. Ég held ég ætti bara að horfa á. Já, það verða allir að vinna fyrir kömminni sem ég er, Og meðan ætla ég að fá að saksa líka lauk. Ég ætla að taka hálfan gera. En hvað finnst þér, við erum náttúrulega, þú ert aðal bakjallinn búin að vera í gegnum landsliðið þessi árin. Suður-afríska landsliðið, þeir hafa nú verið að gera góða hluti og svona antilópu og... Það er náttúrulega önnur matamenning en það er mjög góð mikill metnaður í þeim, þannig að þeir eru að ná langt ef það er halda áfram, alveg eins og við. Við byrjum náttúrulega sem mjög litlir á sínum tíma. Já. Mér er svolítið fyndið þarna með Suður-Afríku, Það er svo rosalega mikið bil á milli þeir sem eiga eitthvað og þeir sem eiga ekki neitt. Það matamenningin náttúrulega endurspeglar svolítið líka. Það er fólk að grilla og það er að bjarga sig undir berum himni. Já, þú tókst nú eftir þegar við vorum niður frá og æðislegt að vera hérna úti og grilla á kvöldin. Já. Heyrðu, já. Ég er komin líka hérna í chili og ég tek hérna hálfan chili og ég tek innanum fræin. Þótt að þeir geta borðað sterkan matan úti, þá verður við svona aðeins að íslensku veða þetta. Heyrðu, já. Og þú ætlar að setja þá líka negul og kumminduft, eða ekki? Og meðan er ég í kryddunum. Það er náttúrulega þannig þegar við erum að gera eitthvað á Suður-Afríku, þá verðum nú aðeins að leyfa okkur að hafa þetta svona smá kryddkeim að þessu. Svo er bara að gera að strjúka lærinu nú mikið, þá ídru kryddunum bara almennilega ofan í það. Já, eins og segir, það þýðir ekki að taka þetta við frostinn daginn áður, Dunda sér við þetta sunnudagsmotni, svona áður að maður tekur sunnudagssteikina í eftirmiddaginn. Lefa konuna svo út. Já. Heyrðu, já, núna erum við komin með svolítið til að hluta kryddunum
og við erum búin að leyfa okkur að setja í þetta engifer, við erum búin að setja chili, við erum búin að setja lauk og hvítlauk. Og þegar við erum komin frá Suður Afríku þá eru þeir mikið með svona chutney og svona svolítið spicy. Þess að tegja mig í ólífuolíunni yfir hérna. Það er smá olía, þessu tilfelli ólífuolía. Svo er þetta svona mikið öðruvísi svona bragðskinn sem þeir hafa þarna, að þeir nota svolítið sætt og súrt saman. Já. Það er púðursykur, mango chutney, má vera hvaða chutney sem er. Þetta verður svona svolítið binding í þessu. Svo til að fá sýruna þá setja þeir hvítvinseddik og ég frétti að þeir segja að ef þeir eru með rautt kjöt þá nota þeir rauðvinseddik, ef það er lamb og annað slíkt þá nota þeir hvítvins. Aðeins til að fá svona smá sýru í þetta. Ég veit ekki hver var það sem fór til Afríku og tók með sér tómatsósuna en þeir nota hana þar. Þeir setja smá tómatsósu. Ætli það hefur einhver leifar að komið einhverju frá ketchup frá New York hana. En þeir vilja hafa matinn svolítið sterkan en þeir nota svolítið mikið af sykur til að milda hann aðeins þannig. Þetta er líka skemmtilegt í lambi, þetta er svona aðeins karmelisað stöðan á. Það er eitt síðan að gleyma sem að ég heyrði líka að þeir nota í Indlandi. Þeir nota á lamb, þá nota þeir mjólkurvörur til að svona brjóta niður. Þeir nota annarkvæmt bara venjulega mjólk. Þeir nota okkar mjólki er gerisnitt. Að þá ætlum við að fá að stilla setja jógurt og gerlarnir þeir svona brjóta aðeins niður kjötið. Og þá hrærum við þessu bara vel saman. Maður er nú alltaf að læra, svo það er náttúrulega kemur sér vel að geta leitt í góðara vina til að fá svona góðar uppskriftir. Mér finnst þessi alveg hrikalega svona efnileg. Svo eina sem við gerum, þú ert búinn að krydda þetta með salt og pipar. Salt og pipar og kummin og negul. Negul, já. Ég ætla að kannski bara færa þetta yfir ofnskúfu, en ekki? Sér að fara að lyfta lambið á mér. Þá bara smyrjum við þetta vel yfir og þetta er þannig að hún er svolítið þykk að það er svona aðeins karmelast sykurinn og laukurinn og svo það er ekki verra að gefa svolítið vel að þessu. Þetta er bara eins og meðlæti síðan þegar þú ert búinn að elda þetta. Það er nú eiginlega þannig að með þessu þurftum við bara að gefa kalda jógurtsósu eða eitthvað, þannig að það þurfti ekkert að vera í brúnu hérna hennar mömmu. Ég var búinn að rannsaka þetta ítarlega, hálftími 220, hálftími 150, leyfum þess að standa aðeins, þá er þetta svona jafnast hitinn svolítið. Heyrðu, þú finnur lyktina núna, þetta er orðið ansi girnilegt hjá okkur. Þetta er glæsilegt. Mér finnst ég verið komið hálfa leið bara til Afríku. Já, það er eins sem vantar núna, það er bara að skella sér í stuttbuxurnar og fara út í garð og hlusta á dýraljóðin. Já, heyrðu, getum við ekki bara hort á Ragga Ómars, var hann ekki að keppa þarna fyrir hönd Evrópu eða? Jú, hann var að keppa í matreiðslukeppni og keppti á móti Kongo og Fídji og Rússlandi. Og var ekki líka náttúrulega hráefni frá þeim að við erum svona svipuð í nótum að gera eitthvað sem við erum ekki vanir en gerum það á íslenskum hætti. Jú, það er nú ekki vanur að elda strútskjöt sko. Nei, en hann stóð sér mjög vel. En ég var sendur til að keppa í OneWorld matreiðslukeppni sem er nokkuð skonar álfukeppni og ég fór sem fulltrúi Evrópu, Bjarni fór sem dómari og þetta var bara meira átt að gaman. Það átti að matreiða ákveðin chili í forrétt, strút í aðrétt og hún var frekar sko öllu dráfni sem að má kannski líka svolítið við nautakjöt bara hérna heima, ótrúlega mjúkt og gott. Síðan þurftum við félagarnir að halda smá sýnikenslu, hvernig við gerum þetta heima á klakunum. Það er nokkuð ávært þegar svo ólíkar þjóðir mætast. Því að þjóðir eins og Kongo fannst bara okkar matur hreinlega ljótur og meðan þeirra leit út eins og mistök fyrir 2 öldum síðan. En þetta var nú allt ótrúlega almennilegt og glaðlegt fólk og virkilega gaman að kynnast þeim. Ég held nú hreinlega að við höfum staðið okkur bara ágætlega, við tókum silfrið með heim og held að við höfum lært bara alveg helling af því að vera að kynna eins fyrir hönd Íslands hvað við höfum upp á að bjóða, bæði laxinn og hörpuskilinn náðum við að sýna svona í okkar eigin útgáfu og tókum hérna strútinn með svona íslenskum ívafi.